Vodafone að kynna NFC-tæknin og þetta nú virka sem ný samskiptaleið fyrir farsíma. Þú bara, bara fólk spyrja meðan þú talar eða eftir þú Já, bara öllum frjálst að koma spurningar hvernig sem er. Já, takk fyrir þetta. Gaman að sjá hvað er margir mættir. Ég átti ekki alveg vona á þessu, en samlokun og trekkja greinilega. Ég heiti Guðmundur og ég starfa sem fjarskiptaverkfræðingur hjá Vodafone og ég hef verið að vinna að þessu svona gæluverkefni síðastliðin 5 ár að nýta NFC-tækni í farsímum og nýta þá farsímann til þess að framkvæma greiðslur í verslunum. Þetta er stórt verkefni sem fyrirlestur mun enda á þessum punkti, tilraunaverkefni á vegum Vodafone, Símans, Valitor og bankana. Við fyrir nánar til það í restina. En ég ætla að byrja aðeins á leiðilegu glærinni. Hvað er NFC? Útskýra aðeins hvað það stendur fyrir. Þetta er styttingaorðið á setningunni Near Field Communication. Þetta er þráðlaus samskiptatækni sem virkar yfir stuttar vegalengdir og keyrir á sér tíðni, þannig að hún er vel varin. Byggir á eldri RFID-tækni sem við þekkjum úr bara til dæmis úr Hvalfjarðargöngunum. Þegar við keyrum þar í gegn, þá er lykillinn sem fólk er með fyrir ásvöldna, hvað sendir svona RFID-skilaboð sem að drífa nokkra metra. Keyrir á 2 megar eða bandbreidd og er með gagnahraða upp á 106 upp í 424 kilobits á sekundu eftir í hvaða tæpir verið að nota. Samskipti fara fram á svokölluðu NFC Data Exchange formati, kallað NDEF, þar sem hver NDEF-bútur inniheldur 64 kilobit af upplýsingum og hægt að keðja saman í rauninni til þess að búa til óendanlega langa keðju af upplýsingum. Þannig að fræðilega er hægt að senda hvað sem er yfir þetta. Búnaðurinn sem þarf í NFC-samskipti. NFC var hugsað rosalega mikið í kringum mobile. Menn sáu fyrir sér að mobile-tæki yrðu sem sagt miðjan og það sem myndi mest nýta þetta, þannig að símtæki er í rauninni ein skilgreind tegund af búnaði og þau eru skilgreind sem sagt virktæki, aktiv. Það skiptir máli af því það eru líka til passivtæki. Það eru bara svona litli límmiðar sem eru með innbyggðu lofthiti og örgjörfa og geyma einhverja lágmarksupplýsingar sem geta haft samskipti við virktæki þó þau hafi ekki rafmagn. Það þýðir ef ég er með síma minn og einhvern límmiða, þá get ég sett síma minn upp að límmiðanum, powerið í símtækinu sjálfu, í virkatækinu, duga til að spana upp kanal, lesa skilaboðin af límmiðanum og birta þau á skjánum. Þetta er alveg krúsíal punktur í NFC-samskiptum að aðeins annað tæki þurfi að hafa power. Það sem er líka svona þriðja element í þessu, það er virkur búnaður sem er samt fastur, hann er ekki mobile. Eins og til dæmis point of sale lesarar, posar í verslunum, þeir eru bara fastir, einhverju kassakerfi, þeir styðja NFC, þeir hafa power, þannig að þeir geta fræðilega sér lesið skilaboð úr síma þó að hann sé orðinn batterislaus. Og tækin eru ekki fleiri en setupin eru í rauninni 4 að fastur NFC-lesari getur að sjálfsögðu líka lesið úr óvirku NFC-límiða eða spjaldi. Og hvaða notkunarmöguleika býður þetta okkur upp á? Þetta býður okkur upp á það. Þeir eru með þessi NFC-samhæfðu símtæki, lesara og merki, NFC tags. Þá eru 3 mismunandi aðgerðarhamar notaðir í NFC-samskiptum. Svo fyrsti er reader-writer mode, lesa og skrifa, og það krefst ekki neins svona sérstakra öryggisfítusa í símtækinu. Skilaboð eru einfaldlega lesin á NDEF-formi ofan í kort eða önnur tæki á svokölluðum skilgreindum Type 1, 2, 3, 4 NFC-merkjum. Annar hamur sem er í boði, það er að tæki getur stilt sig upp í peer-to-peer mode, P2P, og þá nota maður NFC-samskiptin til að koma á öðrum hraðvirkari tvíátta samskiptum milli 2 virkra NFC-tækja. Þetta er notað fyrir gagnaflutning til dæmis, senda myndir á milli tækja, koma Bluetooth-samskiptum á milli án þess að þurfa að slá inn eitthvað PIN-kód eða hash-kód og nafnspjöld og fleira. Þetta notar sama gagnaform og er notað í reader-writer ham
og keyrir í rauninni á líklegi protokól, þannig að þetta getur verið bara með IP-samskipti milli tækja. Þriðji hamurinn og sá sem að gerir okkur kleift að nýta símtækin fyrir svona viðkvæmar færslur eins og kreditkortaupplýsingar eða sjúkraupplýsingar er svokallað card emulation mode. Þarna rauninni fer símtækið í svokallaðan ham, þar sem að þykist rauninni bara vera hefðbundið kort eins og við þekkjum, bara svona plastkort, vísakort eða hvað annað, starfsmannakort. Þetta er notað þar sem að mikils öryggis er krafist, eins og til dæmis í þessum greiðsluheimi og aðgangsstýring og fleira. Þetta, til þess að geta framkvæmt þetta, þá þurfum við að koma kortinu í sérstakt öruggt hólf innan tækisins. Það er ekki, við treystum við ekki að geyma þessar upplýsingar í stýrikerfinu sjálfu, af því að þau eru viðkvæm og hafa eiginlega öll flest verið hökkuð. Möguleikarnir sem fylgja þessum þrem mismunandi hömum er margþættir og það sem að menn eru aðalega að keyra á í dag er fjármál og borgun, koma peningum og kortum, vísað kreditkortum inn í símtækið, auðkenni og öryggi, aðgangsstýringar, auðkennislykillinn, komast inn á heimabanka, skrifa rafrænt undir digital skjöl. Miðakerfið er mikið búið að prófa þetta í Evrópu, lestakerfið. Þú færir henni bara miða í síman og þú réttir síman þegar það er að skanna hvort þú sett lögulegu farþegi eða ekki. Afslættir og virðisauka, menn eru að fá alls konar afslættismiða sem eru geymdir í sérstöku veski innan stýrikerfinu símanum og þeir henni sendir með NFC þegar það er verið að nota það. Og happy hour svona gagnvirkar auglýsingar eru eins og með QR-kóðum í rauninni gerðar mögulega með þessu. Þú sér kannski einhvers staðar eitthvað skilti sem auglýsir happy hour á einhverjum bar einhvers staðar, þá bara skannaru skiltið með símaninum og þú færð þá í rauninni kannski afsláttarmiða, þú færð kortað í hvar barinn er, þú færð upplýsingar opnunartíma og þú getur sýnt þetta aftur þegar þú mætir á barinn til þess að fá afsláttinn. Þetta er bara nokkuð dæmi hvað er hægt að nýta þetta í. Það er komin smá reynsla af NFC og þá sérstaklega í Evrópu. Þetta er búið að vera svolítið seint að rúlla stað. Þetta er búið að vera svolítið svona eggið og hænan eltingarleikur í mörg ár. Símtækjaframleiðendur hafa ekki viljað búa til NFC samhæfð tæki af því það er engin þjónusta sem krefst þess og þannig er engin að búa til þjónusta af því það er ekki til tæki fyrir það. En þeir hafa verið mjög duglegir í Nice í Frakklandi. Þeir fóru rosalega mikið af þessum trial-verkefnum sem hafa átt sér stað í þessu hafa farið fram í Nice og þeir fóru á fullt í NFC-innleiðingu undir nafninu City-C árið 2011 þar sem þeir fengu öll frönsku farsímafyrirtækin að borðinu og í rauninni komu upp NFC samskiptum fyrir greiðsluþjónustu, almenningssamgöngur, afsláttarkerfi og upplýsingagjöf fyrir túrista. Og þetta reyndist mjög vel og var mikið notað og hefur núna vaxið í Frakklandi og er einnig komið fullt í Strasbourg og þeir eru núna að innleiða þetta í 8 aðrar stórar borgir í Frakklandi. Þannig að þeir eru svolítið að draga vagninn í Frakklandi. Önnur reynslusaga sem snýr meira bara að greiðslu fyrirkomulagi, það voru Ólympíuleikarnir í London í fyrra. Visa var aðal styrktaraðili Ólympíuleikanna og þeir í rauninni keyptu bara Ólympíuþorpið. Það var NFC vætt algjörlega og það voru posar með NFC lesigetu. Þeir komu með hátt í 800 Samsung Galaxy S3 farsíma og létu íþróttamenn og fréttamenn fá og þessi símar voru bara þessi hefðbundni með vísakorti fyrirfram konfiguruðu inn á símanum. Og reynslan af þessu var svo, þetta kom út fyrir 2 mánuðum þessar tölur, að 10% allra greiðslna voru snertilausar og 20% allra greiðslna voru snertilausar ef það var greitt fyrir minna en 20 pund. Og Visa var mjög ánægð með þessa tilraun. Neðsti punkturinn að það kemur inn í London ekki við, ég bara þurfti að koma nú fyrir, að þetta er orðið hátt í 400.000 NFC samhæfðir posar í allri Evrópu í dag, þannig að þetta er búið að slíta barnsskónum hvað það varðar. Þetta er komið svolítið vel á veg. Hvað er spurningar? Spurning, þessi NFC dauðu fríðar eða bara lífið, er þetta saman eins og notaður í bensínlyklana? Suma, já, ég er búinn að prófa.
OP-lykillinn, ég les hann með NFC-lesaranum. Þannig að samskiptin á sömu tíðni, hvort það sé nota nákvæmlega sama prótókoll til að tala saman veit ég ekki. En það ætti þá að vera, hvað segirðu? Það er saman tækni. Já, kanallinn sjálfur, samskiptin í gegnum loftið, þau eru möguleg á milli lykilsins og NFC-lesara í dag á þessari tíðni. Það eru bara spurning software í báða enda hvort þú getur látið að tala sama tungumáli. Jú, það væri hægt, það er ekki jafn öruggt talið. Ég fer aðeins inn á það núna. Það hefur enginn viljað elta Bluetooth-lausna því að hún drífur miklu lengra, þó hún sé hraðvirkari. Þessar nálæða kröfur, af því NFC virkar ekki nema bara á sentimeters bili, sko. Það gerist ekkert fyrir að tækin eru komin upp í hvort annað. Það í rauninni gerir þetta mjög öruggt. Það var alveg ólíklegt að einhver sé að hlera þessi samskipti hér á milli á þess að þið taki eftir í. Og þetta finnst mönnum sem eru að sýslast með viðkvæmar upplýsingar mjög heillandi við þessa tækni og hafa þess vegna elt þetta. Þeir þurfa samt einhvers vegar að koma viðkvæmum upplýsingunum fyrir inn í tækinu og þeir eins og ég sagði það, þeir vilja alls ekki hafa það í stýrikerfinu af því það er hægt að hakka stýrikerfið og komast yfir upplýsingarna þannig. Þannig að menn hafa leitað ýmsar leiða og það er að geyma þessar upplýsingar í svokölluðu secure element, öryggishólfi sem liggur utan við stýrikerfið. Stýrikerfið keyrir í host controller á öllum símtækjum og menn hafa prófað að setja þetta í harðlóða AC-ROS sem er bara föst í símtækinu. Þú getur þá ekki fært það yfir annað símtæki eða skiptur í síma. Menn hafa prófað að vera með þetta í svokölluðu secure SD minniskorti sem virkar ágætlega. Þú getur fært það á milli kerfa en stuðningur við secure SD er ekki endilega í öllum stýrikerfum og þetta hefur ekki verið alveg ekki virka jafn vel og lausnin lofaði í upphafi, sko. Og svo er það sem að flestir Visa allavega og farsíma fyrirtækin í Evrópu og víðar að lenda niður á að vista þessar upplýsingar í SIM-kortunum. SIM-kortin sem við erum nú þegar að nota til þess að auðkenna okkur gagnvart farsímafélögunum, þú veist þetta er ég og ég á þennan account og þannig að þetta sé allt rétt bilað, hafa reynst ótrúlega örugg. Og það er bara mjög lítið það að menn sé að ná að stela lyklunum úr þessum kortum. Og þetta virkar þá í rauninni þannig að hérna erum við með í símtækjunum NFC controller. Hann er algjörlega stök eind, óháð stýrikerfi. Hann talar við önnur NFC-teki í gegnum NFC loftnet og þegar að eitthvað kemur hérna og biður kannski eins og til þess kreditkortupplýsingar, ég legg posa upp á loftnetinu, þá sendir posin skilaboðin í NFC-kontrollerinn og segir, mér vantar kreditkortupplýsingar. Það liggja SIM-kortinu, ekki stýrikerfinu. Þannig að NFC-kontrollerinn talar við SIM-kortið í gegnum single wire protocol, biður kortið, kortanúmerið, það er örgjörður í SIM-kortinu sem að vinnur úr þeim upplýsingum, sendir það tilbaka inn í NFC-kontrollerinn og hann sendir það tilbaka inn í posin. Kortanúmerið sjálft fer aldrei upp í stýrikerfið, þannig að það má í rauninni vera algjörlega gegnum hakkað. Þeir sem hafa stjórn á stýrikerfinu sjálfu, þeir komast ekki ofan í þessar upplýsingar frekar en þeir kæmust ofan í upplýsingar bara lykilinn í SIM-kortinu sjálfu. Og þetta er talin öruggasta aðferðin í dag sem er líka portable. Það er hægt að færa SIM-kortið sem bara milli símtækja eins og maður hefur alltaf gert. Þannig að þetta þykir heillandi, mörgum þykir þetta heillandi og ekki bara okkur hjá Vodafone sem við viljum endilega hafa þetta í SIM-kortinu. Menn hafa eitthvað verið að prófa sig áfram með skílausnir, að geyma þetta dulkóða út á skíi, en ég sé ekki fyrir mér allavega á næstu 3-4 árum að það verði talið nógu öruggt til þess að höndla allavega með kreditkortaupplýsingar miðað við öryggiskröfur Visa. En Visa hefur certifæðið þetta ferli og það tók alveg langan tíma en þeir eru sáttir við þetta og leyfa þetta. Og þá komum við að velunaglerunni, Mólu. Þetta er mynd af SIM-korti. Við erum svolítið að breyta því hvernig við erum að nýta SIM-kortin í dag. SIM-kortin í dag er venjulega bara svona stykki sem geymir ákveðin lykil til þess að auðkenna þig gagnvart farsímakerfi. Svo farsímakerfi viti að þú sért kunni hjá okkur og hvað á megi nota síma mikið, hvort er prepaid eða postpaid. Þessar upplýsingar þurfum ennþá að vera til staðar en við þurfum í raun að bjóða upp á að geyma miklu fleiri upplýsingar. Og þaðan kemur þetta konsept SIM-hótelið.
Nýjustu SIM-kortin sem verða notuð í þessu, fyrir þessa NFC triala sem við verðum að keyra, þau eru hólfaskipt. Þau geyma alltaf 1 megabæt og er skipt upp í svona hólf. Sem þýðir í rauninni að við erum með stýrikerfi sem keyrir á Java og Global Platform stöðlum. Þeir vista upplýsingar frá einhverjum aðila sem vill fá að geyma gögn á SIM-kortinu okkar inn í ákveðið hólf með public lykli þess fyrirtæki sem á upplýsingar. Hann geymir alveg þeim lykli á SIM-kortinu sjálfur svo það sé hægt að senda það tilbaka, en eigandi upplýsingarna, eins og til dæmis segjum bara að Háskóli Íslands myndi vilja fá að setja aðgangsstýringarkort ofan í SIM-kort hjá Vodafone, þá dulkóða þeir upplýsingarnar, senda það ofan í SIM-kortið inn í hólf. Háskóli Íslands getur lesið þetta ásamt öllum hurðarstýringar lesurum með þeim, en við hjá Vodafone getum aldrei lesið hvað inn í hólfinu sjálfur. Við eigum hólfið, eins og við ættum hótelið, en það allt lokað á læsta sem inn í. Og þetta nokkuð sniðugt af því að þetta í rauninni sparar fyrirtækjum að vera að kaupa svona plastkort, eins og menn að gera þetta, eins og starfsmannakort í okkur. Ég týndi einu daginn og var skammaður fyrir að þetta er vist eitthvað rándýrt og þetta er plast. Og það er þá í rauninni hægt að raða eins mörgum, eiginlega rosalega mörgum mismunandi þjónustum inn í SIM-kortið. Aðeins 1 eða 2 hólf eru frátekin fyrir það sem að SIM-kortið þarf að gera að auðkenna sig gagnvart fasteignagerðinni nú fyrir. Hvernig er upplýsingunum komið inn á SIM-kortið? Það er gert svona. Gamli yfirmaður minn kom með erfiðu spurninguna. Já. Til þess að koma upplýsingum inn á SIM-kortið, þá er það sent over the air í gegnum OTA-kerfi. Sem sagt þetta fer í gegnum farsímakerfi inn á SIM-kortið. Og til þess að treysta því að réttar upplýsingar fari á milli og að réttu lyklarnir fari á milli viðskiptavina og þess sem að gefur út kortið, þá þarf að bæta við nýrri einingu í kjarnakerfið sem er kallað Trusted Service Manager. Það er viðurkenndur milliliður sem að setur upp þessi hólf. Og þessi TSM, það er margir að búa allir svona TSM í dag, Obertur, G&D og fleiri, hann í rauninni þarf að vera viðurkenndur af þessum stóru aðilum, eins og til dæmis TSM sem við ætlum að nota í verkefninu okkar núna, hann er að fara í gegnum margra vikna certification process hjá Visa Global. Og þetta tekur langa tíma, þeir skoða allt, hverja einustu línu að kóða til að certifya að hann sé ekki að gera neitt sem hann má ekki gera. Og það má í rauninni hugsa þetta svolítið svona eins og VeriSign. Kannast við VeriSign á internetinu. Þetta er í rauninni risa batteri sem er bara svona auðkennisaðili sem að tryggir það að samskipti þriggja aðila, eða semst þriðju aðila, og þessi er að versla við þennan, þeir þekki ekki hvorn annan og þeir eru með rafræn samskipti, þá staðfestir VeriSign. Ég þekki þennan, hann er traustur. Ég þekki þennan, hann er traustur. Og þess vegna treysta þeir hvor öðrum, að þeir treysta VeriSign. Og TSM-in virkar í rauninni svipað. Hann auðkennir og staðfestir alla aðila sem koma á málinu. Þess vegna verður alltaf að fara í gegnum TSM. Og hann sendir þetta bara með, núna á fyrstu stigum, fyrstu TSM-andi, þeir nota í rauninni bara SMS-gáttir, senda þetta sem secure SMS-skeyti inn á símtækin og örgjörun á SIM-kortinu, eða semst applet sem keyrir á SIM-kortinu vistar viðkomandi gögn ofan í hólfi. Svara þetta spurningunni? Einhverja fleiri spurningar, eða? Já. Þú nefndir þarna aðgangsstýrikerfi, en nú geta verið mörg símafyrirtæki sem að þess sem að myndu nýta aðgangsstýrikerfi væri með. Já. Þá þyrftir þá að greiða, þá mörg gjöld, eða margar fyrirtæki til þess að fá þetta inn í heildarkerfið fyrir sig. Já, væntanlega eru þið að tengt bara fjölda nemenda til dæmis. Nemendur munu halda áfram að vera hjá Vodafone, Símanum, Nóa og vilja kannski ekki endilega skipta símafyrirtæki bara til þess að geta fengið lykil að skólanum sínum.
Þannig að þess vegna hefur drifkrafturinn svo verið svolítið í þessu að fá alla að borðinu svo að sé hægt í rauninni að setja þetta á SIM-kort sama hvaða farsímafélag á bakvið það. Þannig að heildarfjöldin er alltaf bara 15.000 hólf sem þyrfti að leigja en svo myndi það færast á milli símafyrirtækja. Þannig að ég myndi ekki halda að þetta að vera aukinn kostnaður við það. Það er ekki ný SIM-kort? Jú, það er ný SIM-kort og það er SIM-kort sem eru með þessari hólfaskiptingu og þeir sem vilja taka þátt á fyrstu skrefum eru búið að skipta út yfir í þessi SIM-kort en svo ger ég nú ráð fyrir að þau verði bara standard fram sem horfir. Það er aðeins að tala um þetta tilraunaverkefni sem er að fara í loftið og vera löng fæðing, ýmsar tafir og leiðindi en þetta er rauninni keyrt áfram af Valitor. Þeir nálguðust okkur hjá Vodafone fyrir rúmu ári með það markmið að þeir vilja koma vísakortinu ofan í símtæki. Hlutaaðilar eru þessi 4 helstu bankar, Landsbankinn, Arion, MB-banki og Íslandsbanki. Svo eru Vodafone og Síminn að taka þátt í þessu, meðan þetta er Trialface og svo náttúrulega viðskiptavinir með símtækin sjálf. Og það mun rúlla af stað með, við ætlum að safna 1000 þáttakendum sem munu fá hefðbundið kreditkort í síma og það eru bara 2 símtæki leyfð í trial meðan þetta er pílotverkefni. Það er Samsung Galaxy Mini 2 og Samsung Galaxy S3. Þetta kemur til út af öryggiskröfum hjá Visa. Þeir þurfa